Yfir 100 voru drepin í árásum Ísraelshers á Gaza síðasta sólarhring. Stjórnvöld í ríkjum Miðausturlanda fordæma árás á svæði sem fólki hafði verið sagt að væri öruggt. Meira en 200 millimetrar af rigningu hafa fallið í Grundarfirði undanfarinn sólarhring og vatn flæðir yfir vegi og tún. Bæjarstjórinn hefur áhyggjur af því að vegir skemmist enda í misjöfnu ástandi fyrir. Erlendir farþegar sem fóru frá Keflavíkurflugvelli í júní hafa aðeins 3 sinnum á síðustu 12 árum verið fleiri samkvæmt talningu Ferðamálastofu. Þeim fækkaði 9% miðað við júní í fyrra en það var metmánuður. Íslenskir fjárfestar hafa gert tilboð í allar eignir þrotabús Skagans 3X á Akranesi. Skiptastjórinn segir að viðræður hefjist eftir helgi. Kynbætt lerkiafbrigði sem fyrrverandi skógræktarstjóri skapaði fyrir 2 áratugum hefur reynst vaxa hraðar en nær allar aðrar trjátegundir á Íslandi. Blendingurinn kallast hrimur og þegar búið að smíða úr honum borð. Gott kvöld. 90 hið minnsta voru drepin í árás Ísraelshers á mannúðarsvæði á Gaza í morgun samkvæmt heilbrigðisyfirvöldum þar og 20 í annarri árás í dag. Ísraelsher segir að árásin í morgun hafi beinst að háttsettum embættismanni Hamas-samtakanna en forsætisráðherra Ísraels segir ekki víst að tekist hafi að fella hann. Við vörum við myndum í þessari frétt. Það var líkt og risastór jarðskjálfti þegar sprengjum var varpað á Al-Mawasi flóttamannabúðirnar í morgun. Örvænting og ringulreið greip sig og nærliggjandi sjúkrahús var fljótt yfirfullt. Ísraelsher hafði áður skilgreint Al-Mawasi sem mannúðarsvæði og var fólki sagt að flýja þangað. هذا منطقة آمنة كلها نازحين من الشمال من جباليا من غزة كلها منطقة نازحين أطفال كلهم استشهدوا هنا أطفال صرنا نلم قطعهم في إيدينا. Sádi-Arabía, Íran, Jórdaníu og Egyptaland hafa fordæmt árásina en Ísraelsher segir hana hafa beinst að Mohammed Daif yfirmanni hernaðar Hamas-samtakana. מדינת ישראל באמצעות צה"ל והשב"כ תקפה היום בעזה במטרה לסכל את מוחמד דף ואת סגנו רפה סלאמה. עדיין אין ודאות מוחלטת שהשניים סוכלו, אבל אני רוצה להבטיח לכם שכך או כך אנחנו נגיע לכל צמרת החמאס. Síðar daginn var gerð önnur árás nærri rústum mosku í Gazaborg, þar sem fólk var að biðja. Yfir 80% allra íbúa á Gaza eru á flótta. Þau sem hafa náð að snúa aftur heim grípa yfirleitt í tómt. تعب سنين العمر لا ضل عمر ولا ضل مصاري ولا ضل اولاد ولا ضل حدا كله في الشارع اليوم هنا مرميين في الشارع زي ما انتم شايفين. We have today more than 600,000 girls and boys of the age of primary and secondary school living in the rubble, deeply traumatized. Lazzarini segir engan tíma mega missa. Það sé brýnt að koma börnunum í einhvers konar nám, jafnvel áður en hægt verður að byggja upp skólana að nýju. Because the more we will be waiting, the more we will be sowing the seeds for more, resentment, for more despair, and the children will be more and more exposed to possible recruitment with a new criminal group or armed group in the Gaza Strip. Áköf rigning hefur verið á vestanverðu landinu í dag, ekki síst á Snæfellsnesi. Mest úrkoman í Grundarfirði þar sem flætt hefur yfir vegi. Á Hellissandi láta íbúar þó veðrið ekki koma í veg fyrir bæjarhátíðina. Það varla hundi út sigandi á Grundarfirði. Úrhellisrigning, vatn flæðir yfir tún og vegi. Fráveitukerfið ræður vart við að vatnselgin sem flæðir yfir göturnar. Þegar að fellur svona mikið regn á stuttum tíma að þá veldur það miklu álagi, til dæmis á fráveitukerfið, og við höfum svona dæmi það að geti komið klóakvatn upp niðurföll og líka bara það að kerfið ræður ekki við að taka allt þetta ofanvatn.
205,8 millimetrar af úrkomu féllu í Grundarfirði frá 18 í gær til 18 í dag. Ár og lækir í grennd við Grundarfjörð eru mórauð og miklir vatnavextir. Varað hafði verið við að veðrið geti valdið skriðuföllum, en ekki er vitað til þess að skriður hafi fallið við Breiðafjörð. Það sem veldur okkur sérstökum áhyggjum eru þjóðvegirnir, vegna þess að við höfum verið að vekja athygli á því að ástand þeirra er ekki gott. Það er vanrækt viðhald mjög víða og brotnir kantar og það þarf ekkit rosalega mikið til þess að það stefni í óefni. Annars staðar á Snæfellsnesi rignir minna, en það er þó ekki hægt að tala um sumarblíðu. Það er aldrei á vísan að róa þegar íslenska sumarið er annars vegar. Sandaragleðin er hins vegar bara haldin á 2 ára fresti, svo íbúar hér á Hellisandi láta ekki dálitla rigningu stoppa sig í að hafa gaman. Reynir, enginn getur sigrað það! Sandarar sungu á leiðinni á völlinn þar sem knattspyrnulið Reynis frá Hellisandi keppti við Hörð frá Ísafirði. Skipuleggjendur hátíðarinnar segja hann að ganga mjög vel meðan við veður og að andinn í bænum sé góður. Bara mjög góður, bara lognið fer hratt yfir, en við látum það ekki stoppa okkur og þó að sé svolítið blautt og svona, þá bara, við erum bara svo uppfull af gleði og þú veist, með sól í hjarta. Það er götugrill eftir leik og hittast hverfin saman og grilla örugglega í ykkur bílskúrum með ykkurum skotum og svo er ball, þar sem við endum öll saman og tjútum fram í nóttina. Er það inni eða úti? Inni. Sterkur vindur á Vestfjörðum var til þess að tré rifnuðu upp með rótum á Þingeyri í gærkvöld. Bara kom heim í kaffi miðjandag í gær og fer svo bara eftir í vinnuna og þurfti að skjótast heim og þá bara liggur tréð. Ragnar segir að gengið hafi á ýmsu og kviðurnar verið hressilegar. Trén séu há og taki mikið á sig. Þetta er ekki fyrsta öspin sem fellur í hans garði. Önnur ösp fór fyrir nokkrum árum, það var að vetri til. Hún var hérna fyrir neðan þessa. Þannig að við þurfum að fara að huga því að saga á hana þessu minnstakosti og jafnvel að fjarlæga. Og engum mátti muna að öspin fjalli á húsið. Þetta fór svona styrtilega sem betur fyrr. Þetta hefði skemmt þakskeggi hjá mér held ég. Hefði það farið á. Þannig að þetta fór bara eins vel og hægt var. Erlendum farþegum sem fóru úr landi Leifsstöð í júní fækkaði 9% frá júní í fyrra samkvæmt tölum Ferðamálastofu. Þessi fækkun er þó aðeins hálfdrættingur á við árið 2019 þegar fækkunin nam 17% frá árinu á undan. Undanfarið hefur verið greint frá því að ferðamönnum hafi fækkað, minna sér leigt af bílum, hótelbókanir hafi dregist saman og að leggja þurfi meira í markaðssetningu Íslands. Gistinætur erlendra ferðamanna í maí voru 18% færri en í maí í fyrra samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofunnar. Fækkun erlendra ferðamanna í hótelgistingu var þó miklu minni í maí eða 9% samanborið við maí í fyrra. Skráðar gistinætur erlendra ferðamanna voru samtals 478.000 í maí. Gistinótt er óháð fjölda fólk sem gistir í hverri einingu, það er hótelherbergi, íbúð, gistiheimili, tjaldi eða á húsbíl. Annar mælikvarði á fjölda ferðamanna er hve margir fara Keflavíkurflugvöll. Isavia og flugfélögin Play og Icelandair birtu farþegatölur fyrir júní í vikunni og fjölgaði þeim í heild frá því í júní í fyrra. Ekki er hægt að bera þær saman því skilgreining þeirra er ólík og ekki er greint á milli Íslendinga og ríkisborgara annarra landa. Til þess að fá betri mynd af fjölda erlendra ferðamanna notar Ferðamálastofa aðra leið. Við gerum þetta með úrtaksaðferð þar sem að við teljum eftir vegabréfum þjóðerni farþega við brottför. Ef litið er á súlurit fyrir júnímánuði síðustu 12 árum erlenda farþega og leið úr landi frá Keflavíkurflugvelli, sést að árin 2018 og 2023 voru metár. Tæp 234.000 fóru frá landinu fyrra metárið en rúm 233.000 í júní í fyrra. Stígandinn var mikill frá 2013 til 18 en svo dró verulega úr í júní 2019 þegar þeim fækkaðum 39.000 eða 17%. Mitt ár 2019 var ekki komið COVID og það var heldur ekkert eldgos í gangi. Núna í júní fóru 212.000 erlendir ríkisborgarar frá landinu, 21.000 færri en í fyrra og munar þar 9%. Sú fækkun er ekki mikil í samanburði við 2018 til 19 og því nokkrar ýkjur því er haldið fram að fjöldi erlendra ferðamanna fari hríðlækkandi.
Þetta er einn lykilmælikvarðinn í íslenskri ferðaþjónustu ásamt gistináttatölum Hagstofunnar. Þetta er grunnur til þess að gera framtíðarspár. Þetta er mjög mikilvægt í alþjóðatölfræði og síðan má náttúrulega nefna að þetta er líka mikilvægt til þess að fylgjast með hvort að markaðsátök, herferðir takist og hvernig þær takast. Hópur íslenskra fjárfesta hefur gert tilboð í þrotabú Skagans 3X. Rúm vika síðan óskað var eftir því að félagið sem framleiddi hátæknibúnaði fiskvinnslu yrði tekið til gjaldþrotaskipta. Helgi Jóhannesson, skiptastjóri búsins, segir að í tilboðinu felist ýmis skilyrði, til dæmis sala á fasteignum sem eru ekki í eigu þrotabúsins. Viðræður hefjist strax eftir helgi. Þá hafi annar hópur einnig sýnt áhuga á kaupum búsins í heild en ekkert formlegt tilboð hafi borist. Þegar hafði tilboð borist í hluta af rekstrinum en reyna á að selja hann í heilu lagi. Fiskeldisstöðin Laxey í Vestmannaeyjum stefnir á að framleiða 32.000 tonn á ári innan 8 ára. Búið er að fjármagna fyrsta áfanga og seiðastöðir þegar komin í rekstur. Þessi seiði synda í nýrri seiðastöð í Vestmannaeyjum. Þau verða fullvaxta laxar eftir bil 2 ár. Hér í seiðastöðinni getum við framleitt 4.100.000 grama seiða á ári. Það er það ferskvastigið í eldinu og svo flytjum við það yfir í sjóinn, út í Viðlagafjöru og í tankana þar. Eitt svona tankur eða fiskeldisker er engin smá smíð. Hann tekur 5.000 rúmmetra eða 5 milljón lítra og samkvæmt áætlunum á að vera búið að reisa 8 svona fyrir lok árs. Það er fyrsti áfangi verkefnisins og sá eini sem er búið að full fjármagna. Langtíma stefnan er að framleiða 32.000 tonn af heilum laxi á ári árið 2032 og reisa 48 svona tanka í Viðlagafjöru. Hallgrímur segir að 20% af eignarhaldinu séu erlend. En eru þið búin að fjármagna verkefnið að fullu? Nei, það eru nokkur skref eftir í því en þessi fjármögnun nær okkur til að komast í fullan rekstur og geta framleitt þá 4.500 tonn af slægðum laxi á ári. Framkvæmdasvæði fyrirtæksins í fjörunni er umfangsmikið eins og heildar áform þeirra. Er sátt við allt þetta rask sem fylgir? Já, við vorum nú lánsam með það að Viðlagafjara, það var búið að raskinni, hún hafði verið efnistökunáma í langan tíma áður en við sóttum breyting á skipulagi fyrir fiskeldi og svo er hún svona talsvert fyrir utan byggðina í bænum þannig að fólk sér þetta ekki frá bænum. Bandaríski leikarinn Alec Baldwin brast í grát þegar að dómari í Nýju Mexíkó ákvað að vísa máli hans frá í gær. Baldwin var ákærður fyrir manndráp af gáleysi og réttarhöldin hófust á þriðjudag. Halyna Hutchins lést eftir að skot hljóp úr skammbyssu sem Baldwin miðaði á hana þegar verið var að æfa atriði í kvikmyndinni Rust. Baldwin hefur ítrekað haldið fram að hann hafi ekki tekið í gikkinn, auk þess sem að byssan hefði verið óhlaðin. Hann hefði talið að byssan væri óhlaðin. Dómari vísaði málinu frá vegna þess að lögregla og saksóknari héldu sönnunargögnum frá verjendum Baldwins. Sönnunargögnin eru byssukúlur sem gætu tengst andláti Hutchins. There is absolutely no evidence that any of that ammunition is related to the incident involving Ms. Hutchins. So the judge is wrong? No, I said that I respect the court's decision. I think that people can disagree. I'm disappointed because I believe that the importance of the evidence was misconstrued by the defense attorneys. Did you let the Hutchins family down? No, we didn't. We did everything humanly possible to bring justice to Halyna and to her family, and we're proud of the work that we did. Again, we disagree with the court's decision, but we have to respect it. Norskur stangveiðimaður hefur kært þarlend stjórnvöld til lögreglu fyrir að skaða villta laxastofninn með of vægum ráðstöfunum gegn laxeldi. Yfir 30 laxveiðiár í Noregi voru lokaðar í júní vegna lítils lax. Laxveiði í Noregi hefur verið lítil það sem af sumri. Minna hefur gengið upp í árnar og í júní ákvað Umhverfisstofnun Noregs að loka 33 laxveiðiám í suðurhluta landsins.
Ástæðurnar fyrir minni laxi eru taldar margvíslegar. Og det da etter Vitenskapsrådet først og fremst lakselus, men også rømming, infeksjoner med sykdom. Så i tillegg kommer klimaendringer. Laxastofnin hefur verið á válista í Noregi í 3 ár. Det undrer meg ikke at vi havner der når vi ikke gjør noe imot det. Þessi ráðstöfun var til þess að norskum stangveiðimanni og lögfræðingi var nóg boðið. Jeg anmelder staten for miljøkriminalitet. For delaktighet i det som jeg mener utrydning og beskjæring av bestand av villaks og sjøaure i Norge og norske elver. Þar á hann við að ekki hafi verið settar nógu strangar reglur reglur Með því hafi verið brotið stjórnarskrárákvæði að stjórnvöld eigi að vernda umhverfið fyrir komandi kynslóðir. For at sånn som det nå, så er vi fryktelig på vei i feil retning. Umhverfisráðherra Noregs vildi ekki tjá sig kæruna en segir unnið að úrbótum. Vi skal legge fram en havbruksmelding til våren allerede. I den havbruksmeldingen blir det avgjørende å identifisere gode tiltak for å være med å ta bedre vare på villaksen fremover. Oppdrettsnæringen bør forberede seg på at de må redusere belastningen på villaksen. Það eru þó aðgerðir í gangi. Í Dale í vestur Noregi stunduð gervifrjókun á hrognum úr villtum laxastofnum. Gripið til þess af illri nauðsyn. Det umåtelig verdifull fisk, og det må vi ta godt vare på. Derfor kaller vi det gullfisk. Lerkiblendingu sem nefnist hrímur hefur komið á óvart. Hann vex hratt á rýru landi og hægt að fá úr honum borðvið aðeins rúmum 20 árum eftir gróðursetningu. Þetta núna að verða 25 ára gamall hrímur, hann 13 metra hár og sver eins og sjáið og sem sagt hægt að fletta borð og planka úr þetta gömlum hrím. Það ekkert sem vexir á Íslandi jafnhratt nema helst alaskaösp. Þröstur Eysteinsson fyrrverandi skógræktarstjóri lærði trjákinnbætur í Bandaríkjunum og þegar hann kom heim úr námi vildi hann búa til eitthvað nýtt. Sigurður Blöndal, þáverandi skógræktarstjóri, vísaði honum á beinvaxna og fallega Evrópulerki móður á Hallormstað sem Þröstur ákvað að nota til kinnbóta. Og þá var þessi Evrópulerki klónn til í fræræktinni og með því að víxla hann við valið rúsalerki þá fáum við hrím. Og í þessari tilraun þar sem við stöndum núna, strax eftir 4-5 ár, þá bar hann af. Hann vex svona það byrð 30% hraðar hér í hæð en sko þrefalt hraðar í þvermál. Hann framleiðir hér timbur á miklu styttri tíma heldur en rúsalerki. 22 árum eftir gróðursetningu voru gresjuð tré hjá Þresti á Höfða á Völlum og reyndist hreimurinn nógu magnaður til að hægt væri að saga hann í borðvið. Þröstur hefur nú smíðað úr honum þetta fína kaffiborð og viðurinn af ágætum gæðum. En hreimsfræið af skornum skammti. Land og skógur nær að skaffa fræ í 100 til 200.000 plöntur á ári en eftirspurnin upp á 2 til 3 milljónir á ári. Þröstur að vonum ánægður með sköpunarverk sitt og bendir á að þótt öspin geti vaxið hraðar, geti hreimurinn nokkuð sem hún getur ekki. Þetta hægt að gróðursetja á rýrt land eins og var gert hér, á meðan ösp þarf frjósamt land til þess að ná samanvext. Og það fyrst og fremst rýrt land sem að býðst til skógræktar á Íslandi. Þannig að hér komið hraðvaxta tré sem að getur vaxið á rýru landi. Sirkus aftur í Reykjavík eftir langt hlé og á að skemmta fólki með óvenjulegum en klassískum atriðum núna helgina. Sirkustjaldið Jökla hefur eftir 5 ára fjarveru risið á ný í Vatnsmýrinni í Reykjavík og helgina sýna listamenn og eldhugar listir sínar frá ólíkum löndum. Það var æfing þegar fréttastofa átti leið hjá og mátti sjá að sirkus engin venjuleg skemmtun og sumar kúnstirnar bæði fyndnar en kannski svolítið djarfar. Og í sirkus húmorinn aldrei langt undan. Fimi sýnenda mikil og falleg. Líklega bíða margir eftir svona sígildu sjói.
Veðrið, engar gleðifréttir fyrir Vestlendinga. Fram til morguns eru í gildi gula viðvaranir vegna úrkoma á Vesturlandi og þar eru líkur á aurskriðum og grjóthruni. Á morgun verður suðlæg átt víðast 3 til 10 metrar á sekúndu þegar líður á daginn. Það dregur smá saman úr rigningu vestanlands en áfram bjart og þurrt norðaustan og austanlands hiti 9 til 18 stigum landi vestanvert en allt að 25 stigum eystra. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar á loknum íþróttafréttum. Edda Sif Pálsdóttir sér þær í kvöld. Við hitum upp fyrir úrslitaleikinn á EM karla í fótbolta sem spilaður verður annað kvöld. Spánn og England mætast þá á Ólympíuleikvanginum í Berlín í Þýskalandi. Við hugum svo að næsta Evrópumóti í fótbolta sem kvennalandslið Íslands tryggði sér sæti á í gærkvöldi. 6 þjóðir eru komnar á mótið en 16 taka þátt. Við hittum hressar stelpur á símamótinu í Kópavogi sem studdu Ísland til sigurs gegn Þýskalandi í gærkvöldi og förum yfir allt það helsta frá Wimbledon risamótinu í tennis sem klárast helgina. Ekki missa af íþróttafréttum hér rétt á eftir. Helstu fréttir okkar í kvöld. Yfir 100 voru drepin í árásum Ísraelshers á Gaza síðasta sólarhring. Stjórnvöld í ríkjum Mið-Austurlanda fordæma árás á svæði sem fólki hafði verið sagt að væri öruggt. Meira en 200 millimetrar af rigningu hafa fallið í Grundarfirði undanfarinn sólarhring og vatn flæðir víða yfir vegi og tún. Bæjarstjórinn hefur áhyggjur af því að vegir skemmist enda í misjöfnu ástandi fyrir. Erlendir farþegar sem fóru frá Keflavíkurflugvelli í júní hafa aðeins 3 á síðustu 12 árum verið fleiri samkvæmt talningu Ferðamálastofu. Þeim fækkaði 9% miðað við júní í fyrra sem var metmánuður. Kynbætt lerkiafbrigði sem fyrrverandi skógræktarstjóri skapaði fyrir 2 áratugum hefur reynst vaxa hraðar en nær allar aðrar trjátegundir á Íslandi. Blendingurinn kallast hrímur og það er þegar búið að smíða úr honum borð. Þessu er að ljúka hjá okkur í kvöld. Næsti fréttatíminn verður í útvarpi klukkan 10 og vefurinn hann vakir sjálfsögðu í alla nótt og allan sólarhringinn eins og venjulega. Við verðum hérna á sama tíma annað kvöld en við ætlum að enda þennan tíma með því að sýna ykkur myndir af ljósmyndasýningunni Hreindýralandinu sem er í Sláturhúsinu á Egilsstöðum. Sýningin var sett upp í minningu Skarphéðins G. Þórissonar líffræðings og ljósmyndara. Eftir hann liggur mikið af myndum af hreindýrum og slóðum þeirra á Austurlandi, síbreytilegri náttúrunni og mynstrum hennar. Verið sæl.